Hvað var það svona einna helst sem fór úrskeiðis að þínu mati? Sko, þú veist, miðað við frammistöðuna þá að fá 87 stig á sig ekkert slæmt og þegar við gátum ekki hitt sjóinn þá við stæðum í honum, sko. Það var bara, þú veist, við töluðum að trekk í trekk, að þetta væri spurning að setja skotin og sérstaklega fyrir utan og við vissum vel að það myndi þétta vel á Nemanja undir eins og allir gera en hérna, þú veist, það var bara, já, döpur skotframmistöð, það skipti engu máli hvort það voru layup eða þristar eða hvað, hver kom inn og hvernig prófaði, það voru allir hérna jafn kaldir og hérna það sýnir sig alveg að við skorum ekki nema 60 stig, þannig að við áttum bara þetta skilið og orkan hjá þeim var bara miklu meiri heldur en hjá okkur. Mér fannst bara Höttur koma miklu beittar heldur en við inn í enn leik. Þeir eru náttúrulega að fá 2 nýja leikmenn, það tekur náttúrulega kannski tíma að slípa þá inn en að samanskapi voru þeir náttúrulega með 2 nýja leikmenn hjá sér. Já, ég meina þeir ferðust 10 tíma, ég meina það er allt sem ætti að segja það að við ættum að geta nýtt okkur þetta en það svona miða við skotin hjá okkur hvernig þeir voru að þungi fætur þá leit frekar út fyrir það að við höfum verið að ferðast lengi en hérna, þú veist, við þurfum bara að taka þetta á kassan og hérna bara velgert af þeim og við þurfum bara að læra á þessu og hérna sleikja sárin og sjá hvar við getum bætt okkur en hérna mér finnst, já ég var svolítið ósáttur, hérna mér finnst við eiga lengra í land heldur en ég þorði að vona svona eftir jólafríð. Var það eitthvað svona sérstakt taktískt séð sem að svona hefði mátt fara betur sem þau voru kannski búin að undirbúa sérstaklega fyrir leikinn? Nei, bara við vissum svo sem við ætlum að sækja svolítið á það og við vissum það myndi 2 og 3 dekka undir en það bara þá skiptir þetta máli. Ég meina við skiptum Júri Andri út sem að fyrir Júri til þess að opna betur á teginn fyrir Nemanja og Júri er góður leikmaður þó hann hafi kannski ekki sýnt það núna. Ég held að hann hafi kannski viljað sýna sig of mikið. Þú veist, við þurfum að setja skot. Það er bara, þú veist, út af það gengur þetta í körfubolta. Sérstaklega svona opinn skot, þú veist, ég meina við fengum galopinn skot og hérna ég hef bara ekki séð svona dabra skotnýtingu hjá liði í meistaraflokki í langan tíma. Nei, ég held að það hafi verið 6% þriggjastiga nýting, þannig að þetta var ekkert alveg neitt til þess að hrópa húrra fyrir svo sem, en næsti leikur á móti Hamar, en þetta er náttúrulega svona 2. til 5. sætið er svolítið svona, já það verið mikil keppni þar, innbyrðis. Þannig að hvert stig skiptir miklu máli núna. Hamar næst, hvernig líst þér á þann leik? Sko fyrir okkur þá kannski, þú veist, skiptir engu máli. Núna er bara við og Höttur höfum sætaskipti. Þú veist að þetta skiptir svolítið máli fyrir þessi lið að vera með heimaleikjaréttin ef við myndum mæta hvort öðru í úrslitakefni bara upp á ferðalag og fjára félagana. En allir leikir eru mikilvægir og sérstaklega núna að við erum búin að spila við Snæfell 2 og Sindra 3 þannig að við þurfum að fara að taka núna stig að liðunum sem eru í kringum okkur og fyrir ofan okkur og þú veist það er æri verkefni. Ljómandi, takk hjá fyrir. Þetta ekki bara nokkuð sáttur? Ég er sáttur en þú veist kannski ekki léttur, þú veist við lögum bara að vinna í þetta og já það er bara langt frá að vera léttur, ég meina þú veist þetta er lang erfiðasta ferðalag sem við erum að fara í vetur en þetta var eiginlega bara mjög erfitt. Við keyrum hérna vestur í gær í 11,5 klukkutíma með stoppum og þannig að það var bara ætlunin og bara eins og hefur alltaf verið að leggja mikið á sig til þess að uppskera og ég var ánægður með kraftinn í varnarleiknum á flestum köflum í leiknum. Já, þeir náðu svona að ýta þeim vel út úr öllum svona sóknaratriðum sko og létu Nemanja hafa virkilega fyrir hlutunum. Það var greinilega svona fyrirfram ákveðið, ekki sett. Já, og þeim öllum sko. Hann var svo sem eini sem var svona aðeins að skaða okkur í fyrri hálfleiknum og alltaf erfitt að ráða við hennar gæinn í teig vegna þess að það fer orka í það og hann er mjög sterkur í sóknarfrákustum. Það var svona kannski eina sem ég var svona mest að hann var með 4 sóknarfrákust í fyrri hálfleik. Ég var ekki búinn að taka hvað hann var með í seinni. Hann endar í 5, þannig að 1 sóknarfrákust í seinni hálfleik. Það er jákvætt, þá vorum að gefa hún svona full mikið auðveldu eftir sóknarfrákust í fyrirháleik en vel gert hjá strákunum að laga það. En þú lítur að vera ánægður með svona þessa nýju viðbót sem þú ert að fá í liðið. Þeir svona breykka bekkinn og dýpka liðið hjá okkur. Já, engin spurning og bara takk fyrir sendinguna. Það var Andri Hjús kemur með kraft og svona
hleypi völlin vel fyrir okkur og gerði vel í dag á sínu gamla heimavölli og eins með Eysteinn og Dino, þú veist, hann kemur hrikalega mikil gæði inn í liði okkur á báðum endum vallarins og það kannski fólk sem ætlar að kíkja bara alltaf endalaust á statið, sko, þú veist, hann að gera mikið fyrir okkur og þessi gæjar, ég meina við vorum aðeins að ströggla með frákast fyrir áramót, varnarfrákast og já, oft á tímum vorum við ekki að fá nein eða fá sóknarfrákast en ég veit ekki hvað eru hátt í 20 eða 30 saman þeir þrír í dag og það bara svona kannski að koma inn svona það sem við ætlumst til sem er fínt núna en það er langur vegur framöndan og hálft mót eftir þannig að við þurfum að halda áfram að stíga á gasið og bæta við okkur snúning. Næsti leikur á móti Fjölni, ekki satt, heima. Það verður náttúrulega svolítið strembinn leikur. Þetta er svolítið spennandi hérna í öðru til 5. sætinu eins og Þór virðist svona kannski vera pínlítið að stinga af en samt alltaf möguleiki svo sem. Hérna, hvernig líst þér á leikinn á móti Fjölni? Já, bara vel eins og alla leikið. Það eru flest öll hörkulið í þessari deild og við fáum Fjölnismenn heim sem hafa styrt sig finnst mér áramót með að fá Markís Oliver í staðan fyrir hennan gæja sem var þarna fyrir áramót. Þannig að það verður bara hörkuleikur og við þurfum bara að gíra okkur í hann. Fyrst er að rúnda landið á enda og tilbaka og svo förum við það eftir góða hvíld á morgun að undirbúa okkur fyrir Fjölni og bara tilökum fyrir seinni hlutanum. Ég segi bara góða ferð þeim. Takk fyrir það.